að gera að setja það inn í fundargerð. Svona, flott. Þá býð ykkur velkomin til fundar. 24. fundur sveitarstjórnar er settur. Nú áður og göngu til formlega dagskrár þá legg ég til að við bætist liður 14 kjörstjórn 10. fundur og liður 15 forsetakosningar 2020. Það er samþykkt. Þá færast aðri liðir til í samræmi við það. Við byrjum þetta liður 1, ODBS fundur 27. Þar er vísað til umfjöllunar einstaka liði en fundargerðin að öðru leyti til kynningar. Tekin út liður 1.3 mannauðsmál skólana, niðurstaða ODBS. Skólastjórar kynntu stöðu mannauðsmála gagnvart næsta skólaári. Búið er að ráða í allar stöður í grunnskólunum og leikskólanir eru fullmannaðir sömuleiðis. Fram kom að afar vel hefur gengið að manna stöður á þessu sinni. Leikskólastjórar fóru yfir reynsluna af þeim aðgerðum í mannauðsmálum sem gripið var til á yfirstandandi skólaári og fram kom að leikskólastjórar leggja áherslu á að akstursgreiðslur verði áfram og eins að frí verði gefið á milli jól og nýárs. Lagt fram bréf frá Háskólafélagi Suðurlands, varðandi fagháskólanám í leikskólafræðum, fjarnám fyrir leikskólastarfsmenn á Suðurlandi. Námið er tilraunaverkefni í samvinnu Háskóla Íslands, Háskólafélags Suðurlands og Samtaka sunnlenskra sveitarfélaga. Tillaga að reglur akstursgreiðslur og lokun leikskólana milli jól og nýárs gildi áfram fyrir skólaárið 2020 til 2021. Samþykkt samhljóða. Tillaga að sveitarstjórn staðfesti fyrir sitt leyti bókun stjórnar ODBS. Orðið er lausn tilhöguna. Engin kvöð sér hljóðs, þeir sem geta samþykkt. Ég ætla bara að sitja hjá í þessu, þetta svona. Já. Vinna það. Þeir sem geta samþykkt þessa tillögu gefur merki. Tillagan samþykkt með 6 atkvæðum, 1 situr hjá. Liður 1.4 erindi frá foreldrafélagi Laugalandsskóla. Niðurstaða ODBS. Lagt fram bréf frá foreldrafélagi Laugalandsskóla þar sem hvatt er til skoðunar á því að starfrækja sérstaka tómstundarrútu milli Laugalands og Hellu. Einnig hvetur foreldrafélagi til þess að lagfæra bílastæði við Laugalandsskóla og að gólf í íþróttasalnum verði lagfært hið fyrsta. Formaður upplýsti að vinna við bílastæði og íþróttagólf eru í ferli á vegum Húsakynna BS og tekur stjórn ODBS undir hvatningu til Húsakynna BS að fylgja þeim verkefnum eftir. Þá tekur stjórn ODBS undir með foreldrafélagi Laugalandsskóla að rétt sé að kanna grundvöll þess að starfrækja tómstundarrútu á svæðinu og hvetur sveitarstjórnir aðildarsveitarfélagana til að taka máli til skoðunar, samþykkt samhljóða. Tillaga að sveitarstjórn staðfesti fyrir sitt leyti bókun stjórnar ODBS og skoðaður verði grundvöllur fyrir rekstur tómstundarrútu á svæðinu. Mögulega mætti skoða þetta sameiginlega fyrir all sveitarfélögin í sýslunni. Sveitarstjórar falið að ræða við sveitarstjóra nágranna sveitarfélaga og kanna fýsileika þess að vinna málið áfram. Orðið er lausn tillöguna. Margrét Hörpa? Já, bara eitt sem að ég velti fyrir mér hvort það sé ekki líka hægt að bara passa svona ef að það næst samræðu grundvöllur að passa að ræða við íþróttafélögin. Hvort það ætti að draga þau strax að tala aðeins við þau, hvort að þetta var einhvern veginn hægt að skipuleggja íþróttastarfi ef af þessu yrði og hvort að það væri áhugi þar. Ég veit ekki hvort það sé, hvort við ættum að bæta við þar, bæta við bókum, hvað finnst ykkur? Takk fyrir það. Ágúst? Já, ég tek undir það, það er nauðsynlegt að tala við íþróttafélögin en ég held að þessu stígi málsins sé ekki komið að því. Fyrst er nú að kanna hvort að menn vilja ræða eitthvað við okkur þetta, finnst mér. Og þá er það skipulagt í framhaldinu. Hvað er gert? Takk fyrir það. Ingvi? Ég held að þetta væri hið besta máli ef hægt væri að koma þessu í gegn og fá menn að þessu og taka því að eins og segi íþróttafélögin ungmennastarf ef það er hægt að koma við hjá Geysi og svona ef það er hægt að búa til svona batteri þannig að þetta létti undir, þetta er rosaleg vinna hjá foreldrum að þetta er bara hellingsvinna að keyra sem eru 2-3 börn. Takk. Fleiri hafa ekki gott sér hljóðs. Þessi getur samþykkt tillöguna að gefa merki. Tillagan er samþykkt, samhljóða. Liður 2, ODBS fundur 28. Þar er vísað til umfjöllunar einstaka liði en fundargerðin að öðru leyti til kynningar. Tekin liður 2.2 skóladagatöl 2020 til 2021.
Niðurstaða Odda BS lögð fram til staðfestingar skóladagatölu allra skólana. Gert ráð fyrir að allir skólarnir taki þátt í svokölluðu menntadegi á vegum skólaþjónustu Rangárvalla og Vestur Skaftafellssýslna þann 12. ágúst næstkomandi en svokallaður Oddadagur verði í staðinn með breyttu sniði. Gerð hefur verið tilraun til að samræma starfsdaga eins og mögulegt er. Tillaga á vorfundur Odda BS staðfesti skóladagatölun fyrir skólaárið 2020 til 2021 og var það samþykkt samhliða. Tillaga að sveitarstjórn staðfesti fyrir sitt leyti bókum stjórnar Odda BS orðalaust. Engin kveðis og hljóðs, þeir sem geta samþykkt tillöguna gefa merki. Tillagan samþykkt samhljóða. Liður 2.3. Efling náms í upplýsingatækni og forritun. Niðurstaða Odda BS. Kristín Sigfúsdóttir kynnti drög að þarfagreiningu sem grunnskólar Odda BS hafa unnið í sameiningu. Þarfagreiningin fjallar jöfnum höndum hug og vélbúnað sem festa þarf kaup á til að treysta grunn fyrir eflingu náms í upplýsingatækni og forritun. Jafnframt fjallað aukið vinnuframlag til þessara þátta. Vorfundur Odda BS leggur til að þarfagreiningunni verði vísað til fjárhagsáætlunargerðar næsta árs fyrir Odda BS með það að markmið að byggja enn frekar undir þennan þátt skólastarfsins. Jafnframt verði upplýsingatækni og forritun bætt við sem sérstökum áhersluþætti í skólastefnu Odda BS. Samþykkt samhljóða. Tillaga að sveitarstjórn staðfesti fyrir sitt leyti bókum stjórnar Odda BS orðalaust tillöguna. Engin kveðis og hljóðs, þeir sem geta samþykkt hana gefa merki. Tillagan samþykkt samhljóða. Liður 3. Byggðarráð Rangárþings Sytra fundur 24. Þar vísað til umfjöllunar einstaka liði en fundargerðin að öðru leyti staðfest. Tekin út liður 3.5. Vísinda- og rannsóknarsjóður Suðurlands. Niðurstaða byggðarráðs. Tillaga að styrkja Vísinda- og rannsóknarsjóð Suðurlands með 50.000 kr. árlegu framlagi næstu 3 árin. Samþykkt samhljóða. Tillaga að sveitarstjórn staðfesti bókum byggðarráðs og þetta færist á liðin fræðslumál 0481. Orðalaust tillöguna. Engin kveðis og hljóðs, þeir sem geta samþykkt tillöguna gefa merki. Tillagan samþykkt samhljóða. Liður 3.6. Gagnvirkt ferðalag Markaðsstofa Suðurlands. Niðurstaða byggðarráðs. Dagný H. Jóhannsdóttir, framkvæmdastjóri Markaðsstofu Suðurlands, komin á fundinn og kynnti verkefnið en óskað hefur verið eftir sveitarfélagið Rangárþing Ytra taki þátt í því með fjárframlagi að upphæð 75.000 kr. auk 80 kr. per íbúa. Alls 205.670 kr. Byggðarráð telur að verkefni sem þetta ætti að hljóta styrk úr sóknará til landshluta með það fyrir augum að það veri alfarið fjármagnað með þeim hætti. Byggðarráð samþykkir þó að taka þátt í verkefninu að því gefnu að önnur sveitarfélög á svæðinu taki þátt í því einnig. Samþykkt samhljóða. Tillaga að sveitarstjórn staðfesti bókun byggðarráðs og færist þá kynningu sveitarfélagsins lið 2153 orðalaust. Steindór. Já, ég er svona, það var hægt að tala langt málum þetta, mér finnst að því við erum með okkar markaðs- og kynningafulltrúa í vinnu að svona ég sé að byggðarráð hefur ekki verið kannski alveg, það hefur verið smá efi líka að önnur sveitarfélög með það gefna að þau taki þátt við. Ég hef skoðað þessu síðu, þetta er rosalega mikið og margt þarna inni en ekkert endilega þetta að sjá hvernig það kemur út, hvar við komum í því samband og við svona myndi telja þessum fjármunum bara betur varið í okkar starfi sem við erum sjálf að vinna. En kannski ekki vera mútið þessu en ekki heldur með því. Ég veist þetta, já, ég bara ljósið þess að vísinda og rannsóknir, veist, það er virkilega gott mál og mætti ósveikja fara meiri í það, en svona, mér finnst af því við erum með okkar starfsmann í þessu, þá hérna, þetta horfa aðeins öðruvísi við, hvað mig varðar. Takk. Ágúst. Já, þetta er tjá mig þetta líka þess, ég hafði efasemdir þetta eins og Steindór, en eftir að hafa fengið kynningu á þessum fundi Dagný kom inn á fundin og kynnti þetta og fór yfir þetta og þá fannst mér þetta nú vera svolítið spennandi, ég verð nú að viðurkenna það og kannski fyrir þessa fjárupphæð þá er þetta þess virði og því að þarna hvort sem þá að vinna eitthvað sem að markaðs- og kynningafulltrúinn okkar gæti ekki gert sko einn óstuddur heldur verið að sem sé að taka upp sem sé kvikmynda og
hreinlega að sko leggja fram vinnu í það að búa til, þannig að en ég á sömu rökum var ég mjög efins þetta, sömu rökum og Steindór áður heldur en hún kynnt þetta fyrir okkur. Þannig að ég var nú frekar á því að við ættum að gera þetta. Bara segi fyrir mig persónulega. Takk fyrir. Takk. Steindór. Það verður ánægilegt að fá þessu kynningu í sveitastjórninni en hérna ok, það var í byggðarráð, þar er ég ekki, þannig að misti af henni. Það verður... Já, ég held að sko kynningin kom með þetta þannig byggðarráð að það þurfti að svara þessu á þessum tímapunkti, þannig að það er þetta sjálfsagt mál að skoða þetta frekar. En fyrir mitt leyti þá tek ég mig undir með byggðarráði að þetta hljóta styrk úr sóknaráð til landshluta, fyrst og fremst, en ég held að sé gott að við tökum þátt í þessu samt sem áður. Sveitarfélagið getur nýtt þetta fyrir sig líka, deilt efni úr þessu verkefni á sínum miðlum einnig. Margrét Harpa. Já, takk fyrir. Ég myndi velti, við náttúrulega erum við bókuðum þannig í byggðarráði að við myndum sem sagt taka þátt í þessu að því gefni að önnur sveitarfélög myndu taka þátt í þessu á Suðurlandi. Þannig að við erum með þennan varnagla að ef einhver sveitarfélag ætlar ekki að taka þátt þá munum við ekki taka þátt. Þannig að ég held að við séum alveg með varnaglan í okkar bókunum, er það ekki bara málið. Þannig að eins og segi, við sjálfsagt að taka þátt í sameiginlegu markaðsefni en ég held við séum samt að setja alveg töluverðan pening með því að hafa fullt starf í markaðs- og kynningamálum. Við erum með heilt stöðugildi sem er í markaðs- og kynningamálum fyrir sveitarfélagi. Það ætti kannski að já, mér finnst allan að sveitarfélagi setur ansi mikið pening í það sem er bara vonandi velvarið og er velvarið með hægt starfsfólk í þessu. Þannig að, já, takk. Já, kannski ein spurning varðandi þetta einmitt. Er búið að kanna, hafa öll sveitarfélög samþykkt að vera með í þessu á Suðurlandi? Það er þetta sjálfsagt komið í ljós en ég hef ekki fengið fregnir af því. Ég hef ekki fengið það. Fengið upplýsingar það. Fleiri? Fleiri hvað þessu ekki ljós? Þessi geta samþykkt til Ég ætla aðeins að fá fundarlið bara, ef ég má. Já. Fundarlið samþykkt. Jó, við erum með lið 3.6. Þessi geta tillagar að sveitarstjórn staðfesti þá bókun byggðarráðs. Það færist á kynningu sveitarfélagsins 2153. Þessi geta samþykkt það tillögu, G-merki. Þessi á móti. Tillagan samþykkt með 4 atkvæðum, 3 sitja hjá. Margrét Harpa. Já, ég er með örstutt bókun til að skýra hjásetu. Þannig að senda hana inn. Það er full fulltrúar álista sitja hjá þar sem sveitarfélagi er með markaðs- og kynningafulltrúa í fullu starfi. Og undir þetta ritum við Margrét Harpa Steindór og Ingvi Harðar. Takk. Takk fyrir það. Liður 3.8. Göngu og reiðbrauð við Þjórsá ofan Þjóðafoss, niðurstaða byggðarráðs. Lögð fram drög að samkomulagi við Landsvirkjun varðandi göngu og reiðbrauð við Þjórsá ofan Þjóðafoss. Byggðarráð leggur til að samningurinn verði samþykktur. Samþykkt samhljóða. Tillaga að sveitarstjórn staðfesti fyrir sitt leyti samkomulag við Landsvirkjun varðandi göngu og reiðbrú yfir Þjórsá ofan Þjóðafoss. Orðið laust tillöguna. Ingvi? Ég held að þetta sé bara hið besta mál. Ég er bara mjög ánægður með þetta. Mættu koma fleiri. Takk. Lurrik, þeir sem ekki ljós. Þeir sem geta samþykkt tillöguna, G-merki. Tillaga samþykkt samhljóða. Liður 3.10. Ölduhverfi gatnagerð. Niðurstaða byggðarráðs. Lagt frá minnisblað varðandi kostnað við hönnun og gatnaframkvæmdir í loka áfanga Ölduhverfis. Ekki er gert ráð fyrir að ráðist verði í þessar framkvæmdir á þessu ári og tillaga að frekari ákvörðunum málið verði vísað til fjárhagsáætlunar næsta árs. Samþykkt samhljóða. Tillaga að sveitarstjórn staðfesti bókun byggðarráðs. Orðið laust.
Engin kauður sér hljóðs, þeir sem geta samþykkt tillöguna, gefa merki. Tillagan er samþykkt samhljóða. Liður 3.11 heimgreiðslur niðurstaða byggðarráðs. Tillaga að núverandi reglur heimgreiðslur gildi til 31. júlí 2021. Sveitarstjóra falið að uppfæra reglurnar í samræmi við þetta og með tilliti til nýrra reglna fæðingarorlof og leggja fram á næsta fundi sveitarstjórnar. Samþykkt samhljóða. Tillaga að sveitarstjórn staðfesti bókun byggðarráðs. Jafnframt samþykktur viðauki 1 við fjárhagsáætlun 2020 sem gerir ráð fyrir aukinni fjárveitingu til heimgreiðslna að upphæð 5 milljónir króna. Viðaukinn kemur til lækkunar handbæru fé. Orðið að lausn tillöguna. Ágúst. Já, þetta er bara að benda á það þarna sem sé uppfærðar reglur, bara svo það sé sagt sem sé að það breytingin þannig að árið 2020 þá var lögin breyst í 10 mánuði og árið 2021 í 12 mánuði. Þannig að það bara búið að setja það inn, þannig að það vægt á milli mála. Og það fylgir þannig sem fundagang. Takk fyrir það. Margrét Harpa. Já, mér líst bara mjög vel á þetta og ég held að þetta komi fólki til góðs. Eitt sem ég velti upp í byggðarráði og ég velti bara ennþá upp að hvort að maður eigi bara að láta þetta gilda út kjörtímabilið. Hvað öðrum finnst það, hvort að þetta í staðan fyrir að vera að gera þetta ári senn að láta þetta bara gilda út 2022, 31. júlí 2022 og þá getur ný sveitarstjórn tekið ákvörðun hvort hún kæri sig að hafa þetta fyrirkomulag áfram. Óskætti viðbröðum við því. Takk. Takk fyrir það. Hjalti. Já, mér finnst bara ágætt að taka 1 ár í einu í þessu sjálfu sér sko. Það var svo sem ekki flókin afgreiðsla hjá okkur ef við ákveðum að starfa framlengja þetta. Taka stöðuna þá bara á ástandi í leikskólamálum almennt og sjá hvernig biðlistar á með það. Það sé bara fínt, allavega minni hálfu. Jú, takk fyrir það. Haraldur. Ég tek undir það sem ég held að segja í þessum máli. Ég held að sé ágætt að fara varlega. Þetta ekkert mál að afgreiða þetta á næsta ári áfram ef þannig liggur í því. Takk fyrir. Takk. Margrét Harpa. Já. Já, mín hugsun allan með það að láta þetta gilda lengur, það til dæmis núna að þá gefst fólki svona meiri tími til þess að hugsa hvort þetta sé möguleiki sem að vill nýta sér eða ekki. Jafnvel hvort við ættum að setja þá inn í okkar bókun að þetta verði endurskoðað í janúar. Það verði tekin ákvörðun þetta í janúar á næsta ári eða þá jafnvel þetta verði kannski rætt í fjárhagsáætlun næsta árs. Því að þetta svolítið stutt fyrir fólk að vita þetta núna, hvort þú vilji nýta þér einhver aðra möguleika heldur en leikskóla. Og ég held, mín persónulega skoðun kannski líka svo að við ættum, þrátt fyrir að vera kannski komið með nægilegt leikskólarými og allt, þá ætti þetta kannski að vera möguleiki sem við ættum að halda opnum, því að það eru sumir sem bara kjósa það og hafa kannski aðstöður að hafa börn heima og þarna erum við að koma á móts við það fólk. Sérstaklega fólki í dreifbýlinu sem býr langt frá stofnunum okkar að það já, þá erum við þarna með svona annan möguleika, valmöguleika og þetta bara til 2 ára aldurs og ef að heimilisaðstæður eru eðlilegar og hvað sem eðlilegt kannski telst samt en þá sko félagslega þurfa börn, rannsóknir hafa sýnt að félagslega það fer ekki verrum börn að vera heima meðal foreldra eða annara fram til 2 ára aldurs eins og hans til 2 ára aldurs. Þannig að það ekki þannig að þau koma eitthvað sködduð ef þau koma of seint inn á leikskóla. Það eiginlega frekar í hina áttina. Þó svo að leikskólinn sé bara frábær uppeldisstofnun líka. En það skaðar þau ekki að vera lengur heima. Þannig að ég held að við ættum allan að íhuga það að taka þetta fyrir þannig að við þurfum nú ekki að gera viðauka og allan að taka þetta fyrr heldur en í maí á næsta ári. Það of seint fyrir foreldra sem að þurfa að skipuleggja sig. Takk. Takk fyrir það. Haraldur. Ég ekki svo sem alveg tekið undir það. Það var ekkert að því að athuga þetta í fjárhags áætlanagerðinni í haust sko. Þannig að svo sem bara gott mál að kíkja á þetta. Takk. Ágúst. Já, þetta bara, við þurfum auðvitað að taka þetta upp hvað sem við fjárhagsáætlanagerðina því þetta næri árið 2021 þegar við erum að leggja til hérna.
Þannig að það mun alltaf koma þar. Eða náttúrulega árétta það. Já. Takk fyrir það, Steindór. Það er eiginlega, já, takk út í með Margrét eiginlega út frá því, auðvitað þá þessu vali, sko, mögulega einhverju hafa sem sagt, meiri fjölbreytni. Getur tekið þetta svona sem einhvers konar kost. Það er jákvæmt að því leyti og það verði þetta bara frá eins og þessi kjörtíðanbili, svo er þetta bara næstu sveitarstjórnar að ákvæða framhaldið en það er svo líka hægt að taka þetta hins einn. Fyrir mestu er að þetta hefur verið ákveðið að halda þessu áfram sem er bara mjög gott. Takk. Yngvi? Já, ég var náttúrulega, maður kannski hefur ekki alveg upplýsingar svo sem hvernig þetta virkar eða hvernig þetta hefur, hversu mikið ánægja með þetta eða annað. En sko, ef að þetta er til þess að létta og liðka fyrir foreldrum ungra barna, þá finnst mér það vera mjög æskilegt að þetta sé í gangi. Því það náttúrulega eru börnin og foreldrarnir sem við eigum að vera að hugsa því það er náttúrulega framtíðin okkar sveitarfélagsins okkar og það náttúrulega á bara að vera fórgangur hjá Takk fyrir það. Það hefur þetta komið fram upplýsingar þessar heimgustar á byggðarráðsfundum og þetta þarf að skoðast með fjárhagsáætlun núna í ár en það er alltaf að árétta það í bókun. Til bæta því við. Já, við má koma með eitt örstuð líka að eins og við höfum allan að reikna hlutina þá er þetta allan að það er mun hagkvæmara fyrir sveitarfélagi fjárhagslega að greiða 80.000 krónur heldur en að skaffa leikskólapláss fyrir barn. Þannig að við bara tekur kostnað við leikskóla, launakostnað og þess og þar. Það er hagkvæmara. Við getum ekki séð það á annan hátt, það er allan okkar útreikningar. Takk. Hjalti. Já, það er kannski alveg rétt að það er ódýrara en það fer náttúrulega eftir stöðunni hverju sinni. Hvert leikskóla, ef það er laust pláss, hvað sem er, þá er alltaf hagkvæmara að setja barnið þar inn ef það þarf ekki bæta við, ef við eigum laust pláss. Ég lít ekki þannig á að það sé bara, að ég bara borga öllum og bara hætta að vera með leikskóla fyrir eftir 2 ára, skilur við, mér finnst það ekki það ódýrast en það er ekki svo þjónusta sem við viljum hafa. En ég er ekki alveg sammála þessari skilgreiningu. Þó að þetta sé ódýrara, það er ekki alveg, ég er ekki alveg sammála. Takk. Takk fyrir það. Bæta við, tillaga að sveitarstjórn staðfesti bókun byggðarráðs og vísi þetta til fjárhagsáætlunar. Já, það ekki? Já. Er það komið? Þú sér bókunum. Það er að koma. Tillaga að sveitarstjórn staðfesti bókun byggðarráðs og vísi til fjárhagsáætlunar gerð fyrir 2021. Jafnframt samþykkti viðauki 1 til fjárhagsáætlun 2020 sem gerir ráð fyrir aukinni fjárveitingu til heimgreiðslna að upphæð 5 milljónir króna. Viðaukinn kemur til lækkunar á handbæru fé. Sáttu þetta svona, þessi geta samþykkt þessa tillaga gefa merki. Þessi tillaga er samþykkt samhljóðan. Liður 4, atvinnu- og menningarmálanefnd. Já. Valgarða? Já, afsakið, ég ætlaði að fá að, sem sagt, á síðasta byggðarráðsfundi, ég ætlaði að fá bara bóka í heildina við fundagerðina. Að það var liður þar, í lið 3.3 í byggðarráðsfundagerð, þá var ákveðið að sækja umsóknir. Það sem sækja til félagsmálaráðuneytis, gera 2 umsóknir og þátt að vinna það, umsóknarfrestur var til 2. júní.
og ég ætlaði bara að fá að bóka við þessa fundargerð að ég eftirfarandi bókun ef ég má lesa. Gjörðu svo vel. Já. Þessum bókun fulltrúa álista. Á síðasta byggðarráðsfundi lið 3.3 var sveitarstjóra falið að vinna að umsóknum styrki til eflingar virkni, vellíðunar og félagsfærni barna í viðkvæmri stöðu á tímum COVID-19 og til stuðnings við auki félagsstarf fullorðinna sumarið 2020 vegna COVID-19 í samráði við byggðarráð. En umsóknarfrestur var til 2. júní síðastliðins. Ekkert samráð var haft við undirritað umræddar umsóknir. Undirrituð vonast til að umsóknir hafi verið unnar og sendar en harmar að sveitarstjóri hafi ekki haft samráð við byggðarráð eins og ákveðið var á byggðarráðsfundi. Og undir þetta rita ég Margrét Harpa. Þannig að, já, takk. Ágúst. Já, og þetta er kannski bara að fá að svara undir þessu leið. Þetta er alveg hárrétt hjá Margréti Hörpu, þau ákváðu þetta svona. En síðan var nú tíminn knappur eitthvað og sveitarstjóri tókst að hefja út smá frest til að skila inn umsóknum og það er ennþá tími til þess að hafa samráð við byggðarráð. Þannig að þetta er alveg rétt með þetta athugasemd. En hins vegar engin skaði skeður ekki. Þannig að ég mun hafa samband við byggðarráð í framhaldinu. Takk. Já, bara takk fyrir þau svör, ég er bara fegin, en ég var, bara fegin því að þetta fór ekki forgörðum. Takk. Gott. Þá förum við í lið 4, atvinnu- og menningarmálanefnd, fundur 10. Þar er vísað til umfjöllunar einstaka liði en fundargerðin að öðru leyti staðfest. Tekin út liður 4.1, 17. júní 2020, niðurstaða atvinnu- og menningarmálanefndar. Tekin var ákvörðun að hafa hátíðahöld með breyttu sniði í ár vegna COVID-19. Í vinnuskólanum er að hefja störf svokölluð listasmiðja sem hefur komið þá hugmynd að vera með rafræn skemmtiatriði sem gætu verið sýnd á heimasíðu og Facebook-síðu sveitarfélagsins. Tillaga þeirra er að taka upp með rafræn hætti listasýningu, tónlistaratriði og leikþátt eða stuttmynd. Nefndin tekur vel í þá hugmynd og leggur til að ávarp Fjallkonu og ræða nýstúdents verði með sama sniði. Tekin er ákvörðun að styrkja listasmiðjun sem tekur verkefni að sér 100.000 krónur. Markaðs- og kynningarfulltrúa er falið að athuga kostnaði með að fá ísbílinn til að keyra á hellu og gefa börnum ís. Áætlað er að 200.000 krónur fari í hátíðahöldin ár. Tillaga að sveitarstjórn staðfesti bókun atvinnu- og menningarmálanefndar, orðið laust tillöguna. Margrét Harpa. Já, takk fyrir. Það er ágætt að það sé verið að skoða hvernig 17. júní verður haldinn hátíðlegur. Ég velti fyrir mér af hverju það var ekkert auglýst, sem sagt, af hverju kom engin auglýsing frá sveitarfélaginu hvernig hátíðarhöld yrðu í síðustu búkollu. Það er nú aðal bleðillinn hérna hjá okkur, aðal auglýsingapésinn sem allir lesa. Af hverju þetta var ekki auglýst. Kostnaðurinn við, sem sagt, þessi kostnaður þar með talin öll vinnan hjá börnum í vinnuskóla og vinna markaðs- og kynningarfulltrúa. Það talaði að séu 200.000 að fara í þetta, pluss náttúrulega 100.000 þessi 100.000 sem að fara í listasmiðjuna dekka það einnig vinnulaun krakkana og þess áttar. Og svo velti ég líka fyrir mér hvort að ég verið að kaupa ís handa börnum á hellu, hvort að ísbíllinn eigi að fara ef það er á aðra þéttbýliskjarna í sveitarfélaginu eða rúmt sveitirnar líka. Ef það eru önnur hátíðarhöld í sveitarfélaginu, er ekki eitthvað upp á Brúalund, ég held að var ekki auglýst þar einhver hátíðarhöld. Ég veit ekki, ég hef ekkert séð Þykkvabæinn, það hefur nú gjarnan verið haldið upp á 17. júní þar. En mér finnst þetta að vera svolítið þorpsmiðar, ef ég segi eins og er. Nói bili, takk. Takk fyrir það. Jú, fyrir ekki eitt sem ég glemdi. Líka bara hver sér að útfæra þetta af öðru leiti, þú veist, er markaðs- og kynningarfulltrúi eingöngu í þessu eins og að út af Fjallkonu og nýstúdent og þess áttar. Það hefur verið gaman að auglýsa hver þetta væri og þess áttar, eða, vita svolítið meira þetta. Takk. Takk fyrir það. Þetta er nú í höndum atvinnu- og menningarmálanefndar og markaðs- og kynningarfulltrúa starfsmaður þeirra nefndar, þannig að þetta er svona í sameiningu þeirra. Og það er nú einmitt verið að rætta að ísbíllinn keyri á þessa þéttbýli staði en það kemur sjálfsagt fram í auglýsingu.
þú getur kannski upplýst Ágúst varðandi aðra auglýsingu og kostnaði við þetta, ef það eru upplýsingar um það. Já, þetta ég hef ekki kannski nákvæmur upplýsingar um kostnaðin, annað heldur sem þannig kemur fram. En hins vegar þá er þetta alveg rétt að það er sem sé markaðs- og kynningarfulltrúi sem að vinnur þetta með atvinnu- og menningarmálanefnd. Það er svona það sem að snýra því sem að við erum að gera opinberlega, svo eru náttúrulega hátíðahöld hafa verið í gegnum tíðina. Bara á annara vegum, þar að segja fólk út sveitir hefur haldið 17. júní hátíðlega með ýmsu móti. Það verður minna en það núna þetta árið. En það sem sé meðvituð ákvörðun að hafa þetta svona frekar lágstemt þetta árið og vera ekki að kalla saman mikið af fólki. Þannig er það, en hins vegar er þetta auglýst og ég veit ekki annað en það sé komið á heimasíðu okkar, allan er búinn að sjá auglýsingu, sá hana bara í morgun og það er ekki á seint að setja þetta í búkollu, hún kemur út á þriðjudegi, ég held þetta átt að fara þangað líka. En allan að fer þetta á heimasíður og Facebook, en það var hins vegar svona meðvituð ákvörðun að vera ekki með miklar auglýsingar í kringum þetta, þannig að við viljum ekki að fólk sé endilega safnast mikið saman, þannig er það nú bara. Það eru auðvitað núna 15. júní sem eru tilslakanir þó nokkrar í sambandi við COVID, en þetta er bara 2 dögum seinna og þannig er það bara. Því miður að þá verður svona minna sameiginleg hátíðahöld að þessu sinni, út af þessu ástandi, hér og víða annars staðar. En það er enga síður látið vita þess og það er auglýsing þetta til, sko. Sem ég held að sé kona heima sem ég ekki alveg kláraði samt. Hún er komin. Hún er komin. Takk fyrir það. Hörru á ekki kalt sér ljós. Þessi getur samþykkt tilhöfni gefið merki. Tilhöfni samþykkt samhliða. Liður 4.3 töðugjöld 2020. Liðustu atvinnu- og menningarmálanefndar. Atvinnu- og menningarmálanefnd vill sjá hvernig málið þróast varðandi COVID-19 og hvernig töðugjöld í ár verði útfært. Tillaga að sveitarstjórn staðfesti bókun atvinnu- og menningarmálanefndar. Orðalaust. Magda, hvað? Ég er að spáði þarf þetta að vera, er þetta ekki bara til kynningar? Þurfum við að vera staðfest þetta? Þetta er bara upplýsingar að þetta þeir séu að skoða, vil sjá hvernig, það er ekki verið að ákveða neitt þarna. Ágúst. Já, mér finnst nú eðlilegt að við ræðum þetta aðeins. Þess að þetta er nú okkar aðal hátíð og það er ennþá möguleiki á að við getum haldið hana. Við höfum allavega hérna innan hús haldið áfram að undirbúa töðugjöld. Og þannig að, en það verður síðan þá bara taka upplýst ákvörðun það eitthvað tíma, hvort við erum að blása það algjörlega. Þannig við erum ennþá í þeim gírnum að það verði töðugjöld. Það verður kannski ekki nákvæmlega eins og verið hefur. Þess vegna fannst mér eðlilegt þetta væri með. En það getur líka verið bara til kynningar. Þetta er allavega opið til umræðu. En það er eins og ég segi, við þurfum að sjá hvernig málið þróast varðandi þetta COVID-19 með þessum tilslökunum og opnun lands og annað. Hjalti. Ég held að við erum að halda áfram og allavega ekki fresta, já, ég held að við ætlum að halda undirbúningi áfram svona og reyna að halda það ef það er svona eitthvað vit í því, sko, ef ástandi verður þannig. Það er svona hvort að verður með eitthvað lægra minni standard eða eitthvað, en við allavega ég held ég ætlum að halda þessu opnu. Takk. Steindór. Já, það er, þú veist, við reynum ekki taktanlega að gera en að sjá til með þetta, þannig að hvort við þurfum að staðfesta þetta sem ræða, en það eru meiri líkur að við þurfum að verka fjöldatakmarkanir á þetta heldur en 17. júní, en ánægilegt að fólk telja að það þurfum við hérna, því það hefur nú ekkert verið kannski gríðarlega sótt, en það er sjálfsagt að hafa allan varan á, en þetta lítur bara eiginlega skýra sörglega eftir því líður á sömarið, sko. Kannski ekki þetta ákvæða beint, þannig að þetta er bókun sjálfur sér bara fín hjá þeim, þetta er fast meiri þeirra höndum meira minna. Takk. Magda Berba.
Já, svo sem þetta náttúrulega atvinnu- og menningarmálunum segir allt sem segja þarf. Það þarf náttúrulega bara að sjá hvernig málið þróast. En það sem ég aðalega að hugsa bara afgreiðslu okkar, við erum náttúrulega búin að ræða þetta núna hérna, hvort að við ættum frekar að hafa bara sveitarstjórn tekur undir bókun. Hvort við eigum að taka undir, því mér finnst í rauninni við erum ekkert að, okkur erum að staðfesta bókunina. Mér finnst svona, mér finnst kannski bara sveitarstjórn tekur undir það að við þurfum að skoða þetta. Og hvort við eigum eitthvað að ræða það að, eins og hefur verið rætt hérna, að undirbúningi sé háttað þannig að stefnt sé á töðugjöldum. Með hvað stið sem það verður. Það minnst það í rauninni standa í bókun atvinnu- og menningarmálanefndar. Og hérna það er að vera að tala um að sjá hvernig málið þróast og hvernig töðugjöld verður útfærð. Já, ok, bara fínt. Og hérna, alltaf til að staðfesta þetta. Fleiri hafa ekki hvað til hljóðs. Þessi getur samþykkt geðverki. Til að samþykkt samhljóða. Þá er liður 5, skipulags- og umferðarnefnd Rangárþingsytra, fundur 26. Það lesi upp alla liðina og það er vísað til umfjöllun einstakar liði en fundargerðin að öðru leyti staðfest. Ég lesi yfir liðina og þið látið vita að þið hafi athugasemdir. Að öðru leyti lítur svo að þetta sé samþykkt samhljóða. Liður 5.1, Gíslolt landskipti, niðurstaða skipulags- og umferðarnefndar. Skipulagsnefnd gerir ekki athugasemdir við áform landskipti. Tillaga um að sveitarstjórn staðfesti bókun skipulags- og umferðarnefndar. Það er samþykkt samhljóða. Lið 5.2, Geitasandur, umsókn framkvæmdaleyfi til skógræktar. Niðurstaða skipulags- og umferðarnefndar. Skipulagsnefnd frestar erindinu. Tillaga um að sveitarstjórn staðfesti bókun skipulags- og umferðarnefndar. Það er samþykkt samhljóða. Liður 5.4, Rangarbakki 4, hugmyndir og uppbyggingu. Niðurstaða skipulags- og umferðarnefndar. Skipulagsnefnd telur framkomnar hugmyndir lóðar hafa verið í samræmi við stefnu skipulagsins fyrir svæðið. Lóðar hafi bent á að halda sig við hámarksmælisvæði samkvæmt gildandi deiliskipulagssvæðisins. Tillaga um að sveitarstjórn staðfesti bókun skipulags- og umferðarnefndar. Og það samþykkt samhljóða. Liður 5.5, efnisnáma við ferjufit, breytingu á aðalskipulagi. Niðurstaða skipulags- og umferðarnefndar. Skipulagsnefnd leggur til að gerð verði nauðsynleg breyting á aðalskipulagi sveitarfélagsins og efnisnámi E122 bætt í greinargerð. Þar sem verulega raskað og ófrágengið svæði er að ræða, telur nefndin að málsmeðferð skuli fara eins og óverulega breytingu sé að ræða. Jafnframt er það niðurstaða nefndarinnar að umrædd áform efnistöku í þegar röskuðu svæði sé ekki líklegt til að hafa í för með sér umtalsverð umhverfisáhrif samanber viðmið í öðrum viðauka laga nr. 106/2000. Því skuli framkvæmdin ekki háð mat á umhverfisáhrifum. Tillaga um að sveitarstjórn staðfesti bókun skipulags- og umferðarnefndar og er það samkvæmt samhljóða. Liður 5.6, Vesturhlíð, breyting á deiliskipulagi, niðurstaða skipulags- og umferðarnefndar. Skipulagsnefnd leggur til að veitt verði heimild til breytingar á gildandi deiliskipulagi. Nefndin telur að óverulega breytingu sé að ræða, þar sem breytingin víkur að engu leyti frá notkun, nýtingarhlutfalli, útliti og formi viðkomandi svæðis. Nefndin leggur því til að farið verði málsmeðferð samkvæmt 2. málsgrein 43. greinar skipulagslaga nr. 123/2010 en tillagan skuli jafnframt grenndarkynnt öðrum hagsmunaaðilum á svæðinu. Tillaga um að sveitarstjórn staðfesti bókun skipulags- og umferðarnefndar og er það samkvæmt samhljóða. Liður 5.7, útgarður 1, deiliskipulag, niðurstaða skipulags- og umferðarnefndar. Skipulagsnefnd samþykkir að veita heimild til deiliskipulagsgerðar og leggur til að fallið verði frá kynningu lýsingar þar sem skipulagsáætlun samræmist stefnu aðalskipulagsins. Tillaga um að sveitarstjórn staðfesti bókun skipulags- og umferðarnefndar og er það samkvæmt samhljóða. Liður 5.8, Skammbeinsstaðir 1D, deiliskipulag, niðurstaða skipulags- og umferðarnefndar. Skipulagsnefnd samþykkir að veita heimild til deiliskipulagsgerðar og leggur til að fallið verði frá kynningu lýsingar þar sem skipulagsáætlun samræmist stefnu aðalskipulagsins. Tillaga um að sveitarstjórn staðfesti bókun skipulags- og umferðarnefndar og er það samþykkt samhljóða. Liður 5.9, Jarlsstaðir, breyting á afmörkun frístundasvæðis F74 í aðalskipulagi, niðurstaða skipulags- og umferðarnefndar. Skipulagsnefnd samþykkir fyrirliggjandi tillögu og leggur til að hún verði send til athugunar Skipulagsstofnunar samkvæmt 3. málsgrein 30. greinar skipulagslaga nr. 123/2010 með áherslu á að hún verði auglýst samkvæmt 31. grein skipulagslaga nr. 123/2010. Tillaga um að sveitarstjórn staðfesti bókun skipulags- og umferðarnefndar og samþykkt samhljóða. Liður 5.10, Gíslolt, land nr. 165081, deiliskipulag,
Niðurstaða skipulags- og umferðarnefndar. Skipulagsnefnd telur að ekki sé misræmi að ræða, heldur sé bagalegt orðalag að ræða sem þurfa að skerpa á í greinargerð. Varðandi áform að núverandi sumarbústaðar á lóðinni Gísloft lóð verði stækkaðar og byggt verði nær vatninu og nær þjóðveginum, en reglugerð heimilar gerir nefndin engar athugasemdir við slík áform, en ítrekar að sótt verði undanþágu frá annars vegar grein 5325 lið D í skipulagsgerð vegna fjarlægðar frá veginum og hins vegar grein 53214 sömu reglugerðar vegna fjarlægðar frá vatninu til umhverfis- og auðlindaráðuneytisins. Tillaga að sveitarstjórn staðfesti bókun skipulags- og umferðarnefndar. Var það samþykkt samhljóða. Liður 5.11 Hella bæjarskipulag, miðbæjarskipulag. Niðurstaða skipulags- og umferðarnefndar. Þetta lagt fram til kynningar. Hér tillaga að sveitarstjórn vísi málum til umfjöllunar í vinnuhóp miðbæjarsvæði Hellu til frekar úrvinnslu. Var það samþykkt samhljóða. Liður 5.12 Hjallanes 2 Bjallabrún og Þórðarhóll deiliskipulag. Niðurstaða skipulags- og umferðarnefndar. Skipulagsnefnd samþykkir tillöguna og leggur til að hún verði auglýst samkvæmt 41. grein skipulagslaga nr. 123/2010. Tillaga að sveitarstjórn staðfesti bókun skipulags- og umferðarnefndar. Var það samþykkt samhljóða. Liður 5.13 Hvammsvirkjun deiliskipulag. Niðurstaða skipulags- og umferðarnefndar. Í ljósi þess tíma sem liðinn er frá því að skipulagsferli lauk í síðustu meðferð málsins árið 2017 telur skipulagsnefndin að hefja skuli fullt skipulagsferli að nýju. Nefndin telur að með áliti skipulagsstofnunar frá 12.3.2018 sé ljóst að matsskýrsla framkvæmdaaðila uppfylli skilyrði laga og reglugerðar mat á umhverfisáhrifum og að umhverfisáhrifum hafi verið lýst á fullnægjandi hátt. Því er það álit nefndarinnar að framkvæmdun skuli ekki háð endurskoðun á matsskýrslu. Skipulagsnefnd samþykkir að veitt verði heimild til deiliskipulagsgerðar að nýju og óskar eftir að fá uppfærða tillögu til afgreiðslu þar sem ýmsar breytingar hafa orðið á aðalskipulagi sveitarfélagsins frá því síðasta tillaga var kynnt. Tillaga að sveitarstjórn staðfesti bókun skipulags- og umferðarnefndar. Var það samþykkt samhljóða. Liður 6 Húsakynni BS fundur 11. Þar er vísað til umfjöllunar einstaka liði en fundargerðin að öðru leyti til kynningar. Tekin er liður 6.2 ársreikningur 2019 Húsakynni BS. Niðurstaða húsakynna. Ársreikningur húsakynna BS fyrir árið 2019 var lagður fram og samþykktur samhljóða. Tillaga að sveitarstjórn staðfesti fyrir sitt leyti ársreikning húsakynna BS fyrir árið 2019. Orðið að lausn tillöguna. Margrét Harpa. Já, takk fyrir. Vekur bara svolítið að furðu í honum ársreikningi hvað endurskoðun og rekstrarskil hafa hækkað úr 940.000 í 1415.000. Bara hver skýringin sé á því. Það með minnir var það uppgjör út af sölu þegar húsakynni voru að selja húseignir á síðasta ári, Giljatang og annað, og þetta var einhver umsýsla í kringum það. Það eru skýrir að það var svona nokkurn veginn verið að gera félagið upp eignarlega sér. Takk fyrir það. Fleiri af því hvað sem hlós. Þessi getur samþykkt tillöguna gefið merki. Tillagan samþykkt samhljóða. Liður 6.4 eignir í umsjá húsakynna BS. Niðurstaða húsakynna. Lagður fram og samþykktur samhljóða með smávægilegum orðalagsbreytingum. Endurskoðaður samningur tjaldsvæði á Laugalandi. Tillaga að sveitarstjórn staðfesti fyrir sitt leyti bókun stjórnar húsakynna BS. Orðið laust. Engin kauðs við hljóðs. Þessi getur samþykkt tillöguna gefið merki. Tillagan samþykkt samhljóða. Liður 7 Sorpstöð Rangárvallasýslu BS fundur 211. Þar er vísað til umfjöllun einstaka liði en fundargerðin að öðru leyti til kynningar. Tekin er liður 7.2 ársreikningur 2019. Niðurstaða Sorpstöðar ársreikningur 2019 lagður fram og kynntur af Klöru Viðarsdóttur. Reksturinn gekk vel á árinu og var vel í samræmi við áætlanir ársins. Hagnaður ársins var 4,4 milljónir króna. Eigið fé árslok nam 187,4 milljónir króna. Ársreikningur 2019 samþykktur samhljóða. Tillaga að sveitarstjórn staðfesti fyrir sitt leyti ársreikning Sorpstöðar Rangárvallasýslu BS fyrir árið 2019. Orðið að lausn tillöguna. Margrét Harpa. Já, ég líka bara með spurningu svipaða. Það er í þessum ársreikningi sé ég endurskoðun og uppgjör hækkar úr 640.000 í 400.000 og bara hvað skýring er á því. Það er bara flott hvað
þetta virðist samt bara að vera ágætlega rekið. Það er bara ánægilegt að sjá. Takk. Ágúst. Já, ég get að skýra það út. Fyrsta lagi það nú þannig að endurskoðun hefur bara hækkað almennt. Maður sér að hún að hækka bara á allstaðar. Það bara þannig í miður. Eða bara staðreynd. En þarna var líka auka vinna í sambandi við sóstöðuna. Það var verið að gera upp frá svona skiptingu á milli sveitarfélagana. Það að segja að því að við vorum sem sé að breyta kerfinu, nú var þetta þannig að við þurftum að í rauninni eftir að við sem sé hættum að skipta við þjónustuaðila og fórum að gera þetta sjálf, að þá þurftum að setja dálítið upp nýja nýtt greiðslufyrirkomulag gagnvart sveitarfélögunum og endurskoðendur okkar komu aðeins að þeirri vinnu. En það er ekki öll upphæðin. Hluta af upphæðin er bara hreinlega hækkun á milli ára. Takk. Þeir eru ekki hvert sem hljós, þeir sem geta samþykkt tillöguna gefið merki. Tillagan er samþykkt samhliða. Liður 8, samgöngu- og fjarskiptanefnd, fundur 6. Þar er vísað til umfjöllunar einstaka liði en fundargerðin að öðru leyti staðfest. Liður 8.1. Vegaframkvæmdir Rangárþing Ytra 2020 til 2021. Niðurstaða samgöngu- og fjarskiptanefndar. Lagðar eru fram upplýsingar fyrirætlanir Landsvirkjunar göng og reiðbrauð yfir Þjórsá við Búrfell og drög að samningi við Landvernd framkvæmdina. Tillaga að samgöngu- og fjarskiptanefnd fagni þess að framkvæmd leggi til að gengið verði frá samkomulaginu fyrir hönd sveitarfélagsins Rangárþings Ytra. Samþykkt samhljóða. Einnig voru lögð fram gögn til kynningar með upplýsingum mögulegar undirbúningsframkvæmdir Landsvirkjunar við vegagerð og brúargerð yfir Þjórsá í tengslum við Hvammsvirkjun. Þá var einnig lagt fram minnisblað sveitarstjóra frá fundi með forstöðumönnum vegagerðarinnar í Suðurumdæmi. Í ljósi þess að nánast engar framkvæmdir hafa verið við tengiveginn í Rangárþingi undanfarin ár og ekkert fjármagn kom þetta árið úr því auka fjármagn sem veitt var í málaflokkinn, telur samgöngu- og fjarskiptanefnd mikilvægt að snúa blaðinu við. Í ljósi stöðunnar leggur nefndin til að sveitarstjórn óski eftir fundi með umdæmisstjóra vegagerðarinnar á Suðurlandi til að ræða þessi mál og önnur mikilvæg mál svo sem samtölufæri veg. Jafnframt var óskað eftir skriflegum rökstuðningi vegagerðarinnar fyrir þeirri forgangsröðun sem greinilega er unnið eftir. Í framhaldinu verði síðan óskað eftir fundi með samgönguráðherra og þingmönnum svæðisins. Samþykkt samhljóða er tillaga að sveitarstjórn staðfesti bókun samgöngu- og fjarskiptanefndar og felur sveitarstjóra að óska eftir fundi í fyrsta með umdæmisstjóra vegagerðarinnar á Suðurlandi og jafnframt óska eftir skriflegum rökstuðningi fyrir núverandi forgangsröðun verkefna sem unnið er eftir. Orðið laust. Yngvi? Mér finnst þetta bara mjög gott og við eigum að, mér finnst, miðað við hvað lítið hefur komið hér í tengivegi undanfarin ár, fjármagn, og vegagerðin og lítið við gert, að þá þurfum við að virkilega fara að hamra á þeim og fá bara skýringar á hvað er í gangi. Því að það er ekki eðlilegt að það fari nánast allt fjármagn í ánægislu. Það er bara ekki eðlilegt. Það er það búið að byggja upp það tengivegum og annað að það hlýtur að vera komið að því að það verður farið að gera hér, við tengivegi hér og laga. Takk fyrir það. Steindór? Já, bara takk undir með Yngva, þetta er svona góð brýning og alltaf góð vinna sem kemur frá þessari nefnd, þannig að við bara þurfum við að þetta hefur alltaf verið lítið og hefur farið minnkandi, hún er í ekkert, þannig að bara þetta er hægt að taka undir þetta með bara ánægju og orðið tíu að tölu það hvort að koma með það brýningur. Takk fyrir. Takk. Fleiri hafa ekki gott sér hljóðs. Þeir sem getur samþykkt þessa tillögu að gefa merki. Tillagan er samþykkt samhljóða. Liður 9 umhverfisnefnd fundur 6. Það er fundargerð lögð fram til kynningar. Margrét Arpa? Já, mér finnst bara hrósa umhverfisnefnd. Finnst þetta mikil vinna sem er þar greinilega og flottar hugmyndir sem koma frá henni, frá okkar fulltrúum þar. Þannig að ég er bara mjög glöð að það sé eitthvað verið að vinna í þessum málum. Takk.
Við erum að tekið undir það. Takk fyrir það. Liður 10. Stjórn Suðurlandsvegar 1-3 fundur 7. Það er fundargerð lögð fram til kynningar. Liður 11. Tónlistarskóli Ranganga BS fundur 18. Það er fundargerð frá 22. maí 2020. Teknir út liður 11.2, 11.3, 11.4. Liður 11.2. Ársreikningur 2019. Tillaga að sveitarstjórn staðfesti fyrir sitt leyti ársreikning Tónlistarskóla Ranganga BS fyrir árið 2019. Orðið laust tillaguna. Enginn kveður sér hljóðs. Þeir sem geta samþykkt tillöguna gefa merki. Tillagan samþykkt samhljóða. Liður 11.3. Mannauðsmál Tónlistarskólans. Sveitarstjórn Rangárþings Ytra, tillaga bókun. Sveitarstjórn Rangárþings Ytra fagnar því að gengið hefur frá ráðningu á nýjum skólastjóra og óskar Söndru Rún Jónsdóttur velfarnaðar í starfi. Sveitarstjórn vill jafnframt nota tækifærið og færa Sigurgeiri Guðmundssyni sem hefur sinnt starfinu tímabundið síðasta skólaár bestu þakkir fyrir farsæla forystu. Orðið laust þessa tillögu. Steindór. Jú, þetta er bara fínt en velunum störf er nú oft þakkað fyrir. Farsæl forysta, jú, þetta er svona gildi slagið en hann gengist þetta vel. Tykist vel hjá hann að taka við þetta erfið aðstæðum. Þannig að við getum bara haft þetta svona. Frekar velunum störf, það er bara álit. Þetta er orðalag en ekki innihaldið þeim til að. Takk. Bara, já, var ekki þetta? Þú farið? Nei, ok. Fleiri? Ná, ekki gott sér hljóðs. Þessi getur samþykkt tillöguna gefa merki. Ég bara, hvort þið vildu einhver svara þessu, hvort að við eigum að hafa þetta frekar bestu þakki fyrir velunnin störf. Er það ekki svona eðlilega orðafar, farsæl forysta, þetta er eins og þú sért einhver forgangsmaður í íþróttamálum eða forystumaður í einhverju, já. Bara allt í góðu lagi að breyta En hvað finnst oddvita með það? Farsæl forysta, mér finnst þetta svona, yfirleitt er þetta velunnin störf í okkar bókunum. Það rýma vel. Já, Stuðlað. ágúst. Oddviti, sveitarstjórn skal gangast við því að hafa samið þetta og þessa tillögu og það er mér að meina lausut að það standi velunnin störf. En ég aðhyllist fjölbreytni í íslensku máli og þess vegna er þetta svona. En að sjálfsögðu skiptir ekki máli. Yngvi. Já, ég velti fyrir mig hvort að sveitarstjóri hafi verið einhvers staðar á baki og góðri reiðleið og fremstur í flokki þegar hann var að semja þetta. Það er bara allt í góðu að setja þetta bestu þakkir fyrir velunnin störf. Innihaldið er það sama en þetta er orðalag og meiningin. Breytum því. Þessi getur samþykkt tillöguna að gefa merki. Samþykkt samhljóða. Liður 11.4 skóladagatal 2020 til 2021. Tillaga að sveitarstjórn staðfesti fyrir sitt leyti skóladagatal Tónlistarskóla Ranganga BS fyrir skólaárið 2020 til 2021. Orðið laust. Enginn kveður sér hljóðs. Þessi geta samþykkt tillöguna að gefa merki. Tillagan samþykkt samhljóða. Liður 12 Tónlistarskóla Ranganga BS fundur 19. Það er fundargerð frá 5. júní 2020. Hún er lögð hér fram til kynningar. Liður 13 Bergrisinn fundur 17. Það er tekin út liður 13.4. Verklagsreglur stuðningsfjölskyldur og reglur NPA. Tillaga að sveitarstjórn staðfesti fyrir sitt leyti reglur Bergrissans BS verklagsreglur stuðningsfjölskyldur og reglur NPA. Orðið laust. Enginn kveður sér hljóðs. Þessi geta samþykkt þessa tillögu að gefa merki. Tillagan samþykkt samhljóða. Þá liður 14 kjörstjórn 10. fundur. Það er fundargerð frá 11.7.2020. Hún er lögð hér fram til kynningar. Liður 15 forsetakosningar 2020. Bréf frá Þjóðskrá framlagning kjörskrár. Farið var í kjörgögn frá Þjóðskrá Íslands og hér tillaga að staðfesta að leggja fram fyrirliggjandi kjörskrá vegna forsetakosninga sem fram munu fara laugardaginn 27. júní næstkomandi. Orðið er laust þessa tillögu. Enginn kveður sér hljóðs. Þessi getur samþykkt tillöguna að gefa merki. Tillagan samþykkt samhljóða. Liður 16 ársreikningur Odda BS 2019 til staðfestingar.
tillaga að sveitarstjórn staðfesti fyrir sitt leyti ársreikning Odda BS fyrir árið 2019. Orðið að listum tillöguna. Kveður sér hljóðs, þeir sem geta samþykkt hann í gefa merki. Tillagan samþykkt samhljóða. Liður 17 ársreikningur Vatnsveitu 2019 til staðfestingar. Tillaga að sveitarstjórn staðfesti fyrir sitt leyti ársreikning Vatnsveitu Rangárþings Ytra og Ásahrepps BS fyrir árið 2019. Orðið að listum tillöguna. Enginn kveður sér hljóðs, þeir sem geta samþykkt hann í gefa merki. Tillagan samþykkt samhljóða. Liður 18 ársreikningur 2019 Suðurlandsvegur 1-3 HF til staðfestingar. Tillaga að sveitarstjórn staðfesti fyrir sitt leyti ársreikning Suðurlandsvegur 1-3 HF fyrir árið 2019. Orðið að listum tillöguna. Enginn kveður sér hljóðs, þeir sem geta samþykkt hann í gefa merki. Tillagan samþykkt samhljóða. Liður 19 ársreikningur 2019 Rangárljós. Tillaga að sveitarstjórn staðfesti ársreikning Rangárljósa fyrir árið 2019. Orðið er laust. Enginn kveður sér hljóðs, þeir sem geta samþykkt þessa tillögu í gefa merki. Tillagan samþykkt samhljóða. Liður 20 ársreikningur 2019 til seinni umræðu. Ársreikningur Rangárþings Ytra fyrir árið 2019 var staðfestur á byggðarráði fimmtudaginn 30. apríl 2020 og lagður fyrir sveitarstjórn. Hann var tekinn til fyrri umræðu á fundi sveitarstjórnar fimmtudaginn 14. maí 2020 og var vísað til seinni umræðu. Samkvæmt sveitarstjórnarlögum skal fjalla ársreikning sveitarfélags á 2 fundum í sveitarstjórn. Ársreikningurinn hefur að geyma samantekin reikningsskil fyrir þær rekstrarreiningar sem falla undir A- og B-hluta starfsemi sveitarfélagsins, samanber 60. grein sveitarstjórnarlaga nr. 138/2011. Í A-hluta er öll starfsemi sem að hluta eða öllu leyti fjármögnuð með skatttekjum en auk aðalsjóðs er að ræða eignasjóð og þjónustumiðstöð. Til B-hluta teljast fjárhagslega sjálfstæð fyrirtæki sem að hálfu eða meiri hluta eru í eigu sveitarfélagsins en rekstur þessara fyrirtækja er fjármagnaður með þjónustutekjum. Fyrirtæki sem falla undir B-hluta eru leiguíbúðir, félagslegar íbúðir, Fráveita, Vatnsveita, Rangárljós og Suðurlandsvegur 1-3 HF. Rekstrartekjur A- og B-hluta á árinu námu 2011 milljónum. Rekstrarniðurstaða var jákvæð 164 milljónir. Eigið fé árslok 2019 var 1963 milljónir. Við seinni umræðu ársreikning er jafnframt lögð fram lokaútgáfa endurskoðunarskýrslu. Tillaga er að sveitarstjórn staðfesti ársreikning Rangárþings Ytra fyrir árið 2019 og að sveitarstjórn þakki starfsfólki sveitarfélagsins fyrir góða vinnu við rekstur innan ramma fjárhagsáætlunar sem skilar sér í bættri afkomu. Orðið er laust. Enginn kveður sér hljóðs, þeir sem geta samþykkt tillöguna í gefa merki. Tillagan samþykkt samhljóða. Liður 20. Já, Fyrirgefðu. Margrét Harpa. Já, mér langar bara aðeins að taka til máls varðandi þetta. Bara flott að sjá að reksturinn er bara í ágætis jafnvægi. En við hjá álistanum við svona okkur þykir synd að sjá eitt félag þarna inni, Suðurlandsvegur 1-3 HF, sem er rekið ár eftir ár með tapi og sveitarfélagið er alltaf að greiða eitthvað þarna inn. Líklegast að síðast ári hefur verið 14 milljónir hlutur sveitarfélagsins, tapið var 20 milljónir, þannig að við ætlum að fá að bóka bara þarna við, bara bókun hjá okkur. Kannski senda hana bara og fá að lesa hana upp með ykkar leyfi. Svona. Þannig að bókun álista. Fulltrúar álista taka undir bókun sveitarstjórnar varðandi ársreikning sveitarfélagsins og margt jákvætt má lesa út úr honum. Fulltrúar álista vilja þó vekja athygli á viðvarandi tapi Suðurlandsvegur 1-3 HF. Árið 2019 var félagið rekið með 20 milljón króna tapi en heildartap félagsins á árunum 2010-19 er alls nærri 170 milljónum króna. Eignarhlutur Rangárþings Ytra er nú tæp 70%. Á 37. fundi sveitarstjórnar 10. maí 2017 þá samþykkti sveitarstjórn samhljóða að selja hlut Rangárþings Ytra í Suðurlandsvegi 1-3 HF enda fellur rekstur þess félags ekki undir lögbundna starfsemi sveitarfélaga.
Fulltrúum álista þykir mjög miður að þessari ákvörðun hafi ekki verið fylgt eftir af fullri alvöru og hvetja til þess að það verði eitt af forgangsverkefnum sveitarstjórnar að selja þennan eignarhluta. Þrátt fyrir þessa ábendingu hafa fulltrúar álista fulla trú á að hægt verði að snúa rekstrinum við til hins betra í höndum einkaaðila. Og undir þetta ritum við Margrét Harpa Steindór og Yngvi. Takk. Takk. Ekki. Tökum stutt fundarlega. Fundarlega. Og það bókun frá D-lista. Fulltrúar D-lista hafa fulla trú á því að Suðurlandsvegur 1-3 eigi góða framtíð en nú staðan sú að fasteignafélagsins fullnýtt og öll leigjanleg rými í útleigu. Jafnframt að ljúka endurfjármögnun félagsins sem mun verða til hagsbóta. Ekkert því til fyrirstöðu að selja hlut sveitarfélagsins en finnum það rétta tímann til þess. Við fórum í lið 21. Samþykktir fyrir sorpstöð Rangárvallasýslu BS. Endurskoðuð samþykkt meðhöndlun úrgangslögð fram til seinni umræðu. Samþykkt meðhöndlun úrgangs á starfssvæði sorpstöðvar Rangárvallasýslu lögð fram til 2. umræðu og lokaafgreiðslu. Vísaði til fyrri umræðu sveitarstjórnar á 19. fundi að 2. dagskrárlið. Sveitarstjórnar Rangárþings ytra samþykkir samhljóða framlaga samþykkt meðhöndlun úrgangs. Orðalaust. Enginn kveður sér hljóðs. Þeir sem geta samþykkt tillagan gefa merki. Tillagan samþykkt samhljóða. Liður 22 skipan byggðarráðs. Skipan sveitarstjórnar fulltrúa í byggðarráð. Tillaga að skipan byggðarráðs verði óbreytt fyrir árið 2020 til 2021. Orðið er laust. Enginn kveður sér hljóðs. Þeir sem geta samþykkt tillagan gefa merki. Tillagan samþykkt samhljóða. Liður 23, fundaáætlun sveitarstjórnar og byggðarráðs 2020, fundaáætlun og sumarleyfi sveitarstjórnar. Lögð fram tillaga að sumarleyfi sveitarstjórnar árið 2020 verði frá 12. júní til 31. ágúst. Byggðarráð veitt umboð til fullnaðar afgreiðslu mála í sumarleyfi sveitarstjórnar. Jafnframt lögð fram tillaga að áætlaður byggðarráðsfundur þann 23. júlí falli niður og byggðarráðið farið að meta hvort boða þurfi til aukafundar á tímabilinu fram til næsta reglubundna fundar ráðsins þann 27. ágúst næstkomandi. Orðið er laust. Margrét Harpa. Já, takk fyrir. Við viljum leggja fram breytingatillögu. Við teljum að þetta sé of langur tími öllu jafna sem að sveitarstjórn er í sumarleyfi. Þannig og sérstaklega náttúrulega núna þegar þetta ástand í heiminum, COVID-19 og allt sem því fylgir. Þannig að ef ég má lesa breytingatillögu. Fulltrúar álista í sveitarstjórn Rangárþings ytra leggja til að sumarleyfi sveitarstjórnar verði styrkt og sveitarstjórn fundi næst 20. ágúst 2020. Og greinargerð með þessu núverandi fundaráætlun gerir ráð fyrir að sveitarstjórn sé í sumarleyfi frá 12. júní til 10. september 2020 eða í 3 mánuði. Undirrituð telja þetta allt og langt leyfi miðað við almennan vinnumarkað þar sem fulltrúar í sveitarstjórn fá greitt þessa mánuði sem aðra fyrir setu í sveitarstjórn og einnig hætta á að fulltrúar verði illa upplýstir í 3 mánaða leyfi. Undirrituð telja að stjórnsýslan verði betri með því að stytta sumarleyfi sveitarstjórnar þar sem fullskipuð sveitarstjórn kemur að afgreiðslu mála en ekki einungis fulltrúar í byggðarráði. Ekki síður það mikilvægt í þessum sérstöku aðstæðum sem heimsfaraldurinn COVID-19 hefur valdið. Og undir þetta ritum við Margrét Harpa Steindór og Yngvi. Takk fyrir það. Það er orðið laust þessa breytingatillögur. Ágúst. Já, þetta er bara að benda á það að þetta er sumarleyfi hvað varðar fundi sveitarstjórnar og það er miðast til 31. ágúst. En samkvæmt venju. En ekki 10. september, bara svo það sé sagt. Takk. Fleiri sem vilja kveða sér hljóðs.
vonandi þessa breytingatillögu. Svo ekki. Ég ber breytingatillöguna upp til atkvæðagreiðslu. Þeir sem geta samþykkt hana G-merki. Þeir sem á móti. Tillagan er felld með 4 atkvæðum 3. Ég ber upp upprunalega tillögu til atkvæðagreiðslu. Þeir sem geta samþykkt þá tillögu G-merki. Þeir sem á móti. Tillagan er samþykkt með 4 atkvæðum, 3 sitja hjá. Og það er bókun frá D-lista. Bókun D-lista að okkar mati er ágætt að miða við hefðbundið fyrirkomulag en sjálfsagt að búa til sveitarstjórnarfundar hvenær sem gerist þess þörf. Björk Grétarsdóttir, Haraldur Eiríksson, Hjalti Tómasson, Ágúst Sigurðsson. Liður 24. Viðbragðs- og aðgerðaáætlun vegna COVID-19. Ýmsar upplýsingar. Hér eru lagðar fram ýmsar upplýsingar varðandi COVID-19. Ég gef þér orðið Ágúst. Já, takk fyrir það, Óditi. Þetta er bara að fá að klára bókunina svo það gleymist ekki hjá mér. Já, það er sem sé þarna eru upplýsingar svona eins og vanalega við höfum tínt til það sem að, svona er í gangi og hefur borist. Og ég hef ekki athygli þarna á, það er þarna minnisblað sumarvinnuna sem hafa lagt fram á byggðarráðsfundinum síðast og síðan þá gögn sem hafa borist síðan og þarna er líka sem sé lítið minnisblað þessi helstu mál og kallaði hérna fram svo ég hefði frá mig. Það er kannski, já, í þessu, þetta gerir tilraun til að draga saman svona helstu atriði, það er mjög margt sem hefur borist í þessu og við töluðum það síðast að við myndum reyna kannski að draga eitthvað pínlítið saman, svona það nýjasta. Og nú við vitum það að það eru tilslakanir í, hvað var það samkomubann, þetta verður tekið stig á stigi núna 15. júní, sem sé, er ekki mándaginn næstu viku, og þá verður slakað á þessum fjöldatakmarkunum, það er sem sé þá mega 500 koma saman með öllum þeim varúðaráðstöfunum þó sem við erum hvött til að fylgja og eins með sundlaugarnar fara bara í venjulegt rekstrarform, þannig að þau fara bara að starfa eftir sínum starfsleifum í rauninni og hvað var það fjölda ofan í lauf í einu og svo framvegis. Hins vegar er áfram sömu reglur hvað var það veitingastaði og bari og slíkt og það er til 11 á kvöldin. Nú þessum vikulegu fundum almannavarnateymis hér á okkar svæði bæði í Sýslunni og Suðurlandi það er sem sé því er hætt í bili og það er bara fundað ef þess gerist þörf. En það hafa verið vikulegi fundir á Sýsluvísu og síðan okkur venasta degi á Suðurlandi en það er sem sé búið að slaka á því og maður vonar auðvitað það besta með áframhaldi á þessu. Nú varðandi atvinnumál að þá eru nýjustu tölur sem að liggja fyrir hjá okkur eru rauninni frá 18. maí þannig að samkvæmt svörum frá Vinnumálastofnun í morgun að þá kemur ekki fyrir miðjan, líklega 15. Nýjar tölur þar sem að maí liggur fyrir, þannig að við erum bara með spá fyrir maí og þá erum við að tala 13,7% atvinnuleysi hérna í Rangárþingi, þetta er á þá mest hjá yngstu aldurshópunum. En við sjáum þetta sem sé eftir nokkra dagar betur. Og nú þjónustumiðstöðin okkar er komin af stað með vinnuskólan og það er mikið líf og fjör þar, það er mikið að krökkum og alls 66 sem er í sumarvinnu hjá okkur
Þannig að þeim eru heldur fleiri heldur en þegar við reyndum frá þessu síðast. Og það er auðvitað búið að safna í góðan verkefnalista og alltaf verið að vinna í því að finna heppileg verkefni. Bæði hér í þorpinu og út sveitir þar sem við erum með eignir eða þar sem okkur finnst að við getum gett gagn. Og þannig að það er bara mjög skemmtilegt og síðan erum við með þarna samstarfsverkefni við Ásreppinga verkefni sem þeir eru að fara af stað með, fengu styrk til. Enda eru þeir þáttakendur í vinnuskólanum með okkur. Nú listasmiðjan, getum við kallað það sem er skapandi greinar. Við erum svona að gera tilraun með að bjóða upp á það í vinnuskólanum. Og hún er í gangi og þá svo sem eftir að sjá hvernig það tórsast af stað. Það er í það minnst einn hljómsveit að æfa og þetta hugmyndin er auðvitað svo að krakkarnir áttu sig á því að það er hægt að vinna við skapandi greinar, rétt eins og að vinna við umhverfismál. Þannig að það er á margan hátt mjög gott uppeldi. Fer í sjálfsögðu ágætlega stað en það er ósnemmt að segja hvernig þetta mun ganga. Við munum allavega að gefa þessu tækifæri. Nú við, sem það hefur komið fram hérna áður á fundinum, það sótt þessa styrki frá félagsmálaráðuneytinu vegna aukins félagsstarfs fullorðinna sem er tengt þessu COVID og eins gagnvart virkni vellíðan félagsfærni barna í viðkvæmri stöðu á tímum COVID og þannig að við erum svo sem eftir að fá niðurstöðun úr því en við erum að búa okkur undir það að geta nýtt þá aura í þetta líka. Efnahagsleg áhrif og lánalínur, vegna COVID farsóttarinnar þá hefur þetta verið mjög mikil óvissa þróun mála og hingað til að þá hefur þetta svona einskorðast við ferðaþjónustuna sem við höfum orðið vör við, þar sé að þetta að ferðaþjónustu aðilar hafa fengið að fresta greiðslum á fasteignagjöldum til haustsins og það eru nokkrir sem hafa nýtt sér það rúmlega á milli 20 og 30 og eins hefur þá jöfnunarsjóður í varúðarskyni lækka mánaðarlegar útgreiðslu til sveitarfélagana, þar með talið okkur. Það er bara flatt á öll sveitarfélögin, það er ekki búið að taka ákvörðun að framlag jöfnunarsjóðs eigi að vera lægra yfir árið, þannig að við erum ekki ennþá komin á þann stað að við þurfum að gera viðauka við fjárhagsáætlun því að það er ekki búið að taka neina ákvörðun, það er bara búið að ákveða að greiða þetta eitthvað hægar út. Og við höfum gengið frá lánalínum við viðskiptabanka okkar við gagnvart lausafé. Við erum ekkert að nota það ennþá en það er tilbúið og eins höfum við átt viðræður við lánasjóð sveitarfélaga sem það er á að vera aðgengilegt lánsfé, bæði skammtíma lánsfé og eins til framkvæmda ef þess þarf. Þannig að við eigum að vera með lánalínur alveg í góðu lagi. Og síðan er þetta með jafnvægis og skuldaregluna. Það var í einhverjum pappírum sagt frá því að það voru sett bráðabirgðalög sem heimil okkur að víkja frá þessum skilyrðum, það er að segja skuldahlutfall og skuldaviðmið og eins þessu svokallaða jafnvægisreglu að reksturinn þurfa að vera jákvæður þegar 3 samlíkjandi ár eru lögð saman. Við höfum aldrei verið neinum vandræðum með það. En það er sem sé heimilt árin 2020 til 2022 að víkja frá þessu. En það þarf þá að gera viðauka og allt tilheyrandi í þeim efnum. Og síðan hafa verið sunnlenskir samráðsfundir með þingmönnum og sveitarstjórum, oddvitum og stjórn SAS þar sem við verið farið yfir ýmis mál. Þetta hefur verið svona eins konar upplýsingafundir, bara mjög gagnlegt og ráðherra samgöngu og sveitarstjórnarmála, ráðherra félags- og barnamála, sérfræðinga byggðastofnunar og fleiri og við að greina svona líklega áhrif af COVID á rekstur sveitarfélaginu. Nú það er ekki ennþá búið að segja eða taka afstöðu til þess hvaða aðgerða verður gripið sérstaklega til gagnvart sveitarfélögum landsins sem eru í vanda vegna COVID. Það hefur svo sem farið mest fyrir því í umræðunni að það eigi að jafnvel að styðja beint við þau sveitarfélög sem hafa orðið fyrir mestu tekjutapi. En það mun örugglega öll sveitarfélög landsins telja að þau hefa orðið fyrir einhverjum áföllum þessu tengt. Ég held að það sé nú ekki mörg sem að þetta snertir ekki neitt og munu örugglega gera þá sömu kröfu í sjálfu sér að þeirra hlutur verði ekki minni, það verði hlutfallslega svo sami bara.
og þessara sveitafélaga. Það hefur ekkert verið ákveðið í þessum efnum ennþá en við fylgjumst auðvitað grannt með því og það eru þarna pappírar það líka sem hafa fylgt inn í fundagáttina. Þannig að það er sem sé ágætið samantekt til dæmis frá sambandi íslenskra sveitafélaga þessi mál. Þetta er svona það helsta. Takk. Takk fyrir það, Ágúst. Einhverju spurningar um þetta? Svo ekki. Það eru leið 25. Það er tæming rótþróðarangurinn getra. Niðurstöðu útboðs og næstu skref. Fyrir liggja 2 tilboð í tæmingu rótþróða í sameiginlegu útboði Rangárþings Syðra og Rangárþings Eystra. Það er tillaga að sveitarstjórn samþykki fyrir sitt leyti að gengið verði til samninga við lægstbjóðanda sem er Stífluþjónusta Suðurlands e.h.f. Jafnframt samþykki sveitarstjórn fyrir sitt leyti að leita verði samninga við móttökustöðin á Flúðum hreinsun, verkun og afsetning á seyru. Byggðarráðið falið að undirbúa að gera viðauka við fjárhagsáætlun þegar samningar liggja fyrir og sérstakar reglur og gjaldskrá fyrir tæmingu rótþróða. Orðið er laust. Haraldur? Bara fagna því að þetta góða mál sem komið á þetta verkföll og því að þetta í gang. Takk. Yngvi? Sko varandi þetta dæmi að það er verið að tala um að tæma á 3 ára fresti. Er það ekki? Rétt skilið hjá mér. Við þurfum að gera okkur grein fyrir því að sumstaðar eru rótþrær ekki það stórar að 3 ára frestur að það dugi og það þarf að tæma þær á 1 til 1,5 árs frestur. Ég veit að það er eitthvað að svoleiðis þróun niður frá það sem voru settar á litlar þrær þegar að sveitafélagi fóru að setja þrær. Það var sem sagt Djúpárhreppur og það eru bara í raun og veru sumarhúsa þrær þannig að það þarf eða svona hvað á að gera í millitíðinni ef eiga það bera þá menn kostnaðina frá báðum eða sem sagt þetta er svona allavega það þarf að velta þessu eitthvað fyrir sér sko þola þær þetta að bíða svona lengi og það er ekki víst að ég veit eins og í önnu parti sko að þar þarf að tæma einu svona ágætara það er í annars stíplast lagnir og það er á einhvern fleiri stöðum sko þetta voru bara settar á litlar þrær og það getur verið víða út sveitafélagi sko. Þetta er eitthvað sem að þarf að hugsa og skoða. Takk fyrir það. Þetta er auðvitað ágætispunktur það þarf að hafa þetta í huga og skoða. Fleiri? Ágúst? Já, þetta er bara, þetta er góða punktur hjá Yngva. Það er gert ráð fyrir því í þessu útboði sem sé að það séu auka sem sé hreinsanir. Þannig er það í þessum kerfum hjá sveitafélögum þar sem að þetta er svona. En það er auðvitað einhver kostnaður sem fylgir því. En hann er aldrei jafn mikill eins og ef við erum ekki með neitt kerfi. Þannig að það er alltaf ódýrara. Tel ég fullt víst. Þannig að ef það þarf að tæma aukalega einhver ár að þá mun það auðvitað kosta viðkomandi en það er samkvæmt gjaldskrá og verður örugglega ódýrara heldur en að vera fyrir utan kerfi. Það er reynslan á það. Takk. Yngvi? Þarf þá ekki í raun og veru að skrá eða reyna að afla sér upplýsinga með stærð þróa þannig að það sé í raun og veru eitthvað vitað hvar eru þrær sem eru of litlar þannig að það sé hægt að veita viðkomandi eigendum upplýsingar um það sko. Það er líka bara mjög hagstætt held ég umhverfislega og í alla staði að það sé bara vitað hvað við að segja burðarþol rótþróa á svæðinu. Ágúst?
Já, og það kemur fram sem sé í gögnunum að það er búið að mæla inn allar rótrær og það er til svona ákveðin grunnur stærð og staðsetningu og annað, en síðan mun það auðvitað smátt og smátt. Það mun bætast á þann upplýsingagrunn. Við erum inn í mjög góðu kerfi þar sem að sko, hver einasta rótró er skráð og stærðinnar, ástand og staðsetning og slíkt. Það er ekki fullkomið ennþá en það er svona mjög góðu grunnur að byrja með. Þá er hægt að leiðbeina tengslum við það. Einhver dæmi um það að sé engin rótró. Ekki mörg held ég. Takk fyrir það. Fleiri hafa ekki kvæmt sér ljós. Þeir sem geta samþykkt tillöguna gefa merki. Tillagan er samþykkt samhljóða. Það liði 26, Lundur, stjórnarfundi 5, fundargerð frá 7. júní 2020, fundargerðin lögð hér fram til kynningar. Liði 27, Rangabakkar, fundargerð 2020, frá 27.4.2020, fundargerð lögð fram til kynningar. Liði 28, Rangarhöllin, fundargerð frá 27.4.2020, lögð hér fram til kynningar. Liði 29, faghópur þróun skólasvæðis á Hellu, fundargerð frá 3.6.2020, lögð fram til kynningar. Lið 30, Heilbrigðiseftirlit Suðurlands, stjórnarfundur 205, fundargerð frá 2.6.2020, lögð fram til kynningar. Lið 31, SAS, fundur 558, fundargerð frá 22. maí 2020, lögð fram til kynningar. Lið 32, EFS bréf til sveitarstjórna vegna COVID-19 og fleira, lagt fram til kynningar. Liður 33, þakkarbréf frá Heilbrigðisstofnun Suðurlands, lagt fram til kynningar. Liður 34, úrbætur í fráveitumálum, bréf frá Sambandi Íslenskra sveitarfélaga, lagt fram til kynningar. Og liður 35, aðalskráning fornleifa í Rangárni Gitra, áfangaskýrsla 4, lögð fram til kynningar. Þá er efni fundarins tæmt og að loknum yfirlestri fundargerðar og undirritun segi ég þessum fundi slíkið. Takk fyrir góðan fund. Er það ekki slöpp á businessin?